Jóhann, það búin að skrýtnir tímar og hér rekið háskólasamfélag eins og við nefnum það oft á Ásbrú, Keilir. Hvernig birtingamyndin fyrir ykkur þessa dagana? Hún auðvitað fyrir margar hlutasakir mjög sérstök. Keilir var vel undirbúin undir COVID, bara vegna þess að við höfum verið framsýnir í tækni og þjónustu við nemendur. Þannig að það hefur gengið mjög vel. Við erum ekki að sjá brottfall úr okkar námi. En að sama skapi hefur þetta líka haft áhrif á þetta starfsfólk og við sjáum svona næstu mánuðir verða mjög áhugaverðir fyrir Keili. Það hefur verið óskað eftir því að við reynum að mæta auknu námsframboði, sérstaklega í sumar og haust. Höfum verið að vinna því, annars vegar með Háskóla Íslands og hins vegar höfum verið að senda menntamálaráðherra og ráðuneytinu hugmyndir það eins og aðrir framhaldsskólar og háskólar að gera. Keilir auðvitað stofnaður upp úr hruninu. Já. Þannig að svona sem nýsköpunar menntastofnun. Þannig að það ýmislegt sem að við erum kannski vön og þeir starfsmenn sem eru eldri en ég í starfi þekkja. Nú bara liggur fyrir að það er gríðarlegur fjöldi á vinnumarkaði sem hefur mist vinnuna. Og þetta ágæta fólk þarf að komast í virkni og í nám og Keilir þarf að vera tilbúin til þess að opna dyrnar í haust fyrir auknum fjölda. Og við tókum saman fyrir menntamálaráðuneytið fyrir áramót, svona okkar áherslur og erum að vonast eftir því að fá svar fljótlega varðandi það. Þannig að þetta eru erfiðir og sérstakir tímar en í öllum svona áskorunum felast ákveðin tækifæri og ég held að fyrir Keili þetta frekar tækifæri, frekar hitt. Nú hefur námsframboð verið svolítið, sérstakt. Þið hafi lagt mikla áherslu á að bjóða fólki að koma í nám í svokallaða háskólabrú sem á fólk sem vill komast í háskólanám en hefur einhverjum ástæðum ekki klárað stúdent eða hefur ekki nógu mikil réttindi til þess. En svo hafið líka verið með fleiri dæmi sem að tengja Suðurnes sem eins og flugið, en líka núna bara eins og snemma þessu ári voru það að bjóða upp á tölvuleikjagerð. Þetta er svolítið, þetta er svolítið breið lína og svolítið sérstök. Já, og menntaskóla náttúrulega líka. Alveg rétt og þetta er áhugaverð blanda og þetta hefur Keili frá stofnun verið svona nýsköpunar setur í menntamálum. Við prófað ýmislegt og sumt hefur gengið vel og annað ekki og verið sett á hillun eins og gerist og gengur. En við höfum reynt að vera ekki í mikilli samkeppni kannski við aðra skóla. Og það það sem við erum að horfa til varðandi framhaldsskólan okkar, að bjóða þar upp á nám sem ekki beint í samkeppni við aðra framhaldsskóla og vera svolítið víðsýn og framsýn og það hefur gengið gríðarlega vel í tölvuleikjagerðinni. Það voru yfir 90 manns eða krakkar sem sóttu það nám og við sjáum bara á þeim umsóknum sem hafa borist Keili að undanförnu að það gríðarlegur áhugi á námi í Keili, bæði í háskólabrúnni sem auðvitað að veita fólki ákveðið svona annað tækifæri til náms. Öðruvísi hópur heldur en í framhaldsskólanum almennt, fólk sem eins og til að mynda bara ef við horfum á undanfarin ár, þá hefur verið nóg að vinna að fá, sérstaklega í ferðaþjónustunni og það hefur kannski gert það að verkum að fólk hefur ekki endilega flosnað upp úr námi, heldur bara valið það að fara út á vinnumarkað sem núna mögulega missir vinnuna og sér fyrir sér að koma aftur í nám og klára og hafa þá aðgang inn í stærsta háskóla landsins sem HÍ. Þannig að við búumst við miklum fjölda umsókna. Við sjáum það nú þegar, þó svo fólk sé náttúrulega svona vakna til lífsins úr þessu samkomubanni sem hefur verið okkur mjög erfitt. Þá þurfum við að vera klár. Þannig við erum búin að vera að leggja drög að sjálfbærni skólans til þess að vera einmitt í stakk búin, til þess að takast á við þetta verkefni. Hvernig ætlaði að gera það? Nú hefur fjárhagan ekkert verið allt of sterkur. Nei, það bara verður til samsvegar, má til samsvegar færa að Keilir sem nýsköpunar skóli hefur kannski aldrei almennilega verið sjálfbær eins og við kannski sjáum hjá öðrum menntastofnunum en okkur hefur tekist ótrúlega vel á undanförnum árum að auka námsframboð,
Það hafa aldrei fleiri nemendur verið skráðir í skólan, bæði í nám og námskeið og vegum skólans. En það eðlilega setur svona ákveðnar hömlur á það ef að skólar hafi ekki þanþol til þess að fara í langtíma stefnumótun. Og það sem að ég lagði áherslu á síðasta haust þegar ég kom hérna inn ásamt stjórn og starfsfólki var svona að leggja grunninn að þeirri vegferð. Og við eigum auðvitað gríðarlega gott bakland, bæði sveitarfélögin á Suðurnesjum, þeir sem að standa að skólanum og ekki síst auðvitað þeir nemendur sem hafa útskrifast hérna. Og þannig að framtíð Keilis er björt, en við þurfum að klára þetta. Við þurfum að klára það að hnýta hnútinn á fjárhagslega endurskipulagningu sem að hillir nú undir að ég held að takist núna von bráðar. Og þá er Keili allir vegir færir. Hafið þið verið að kvarta undan því að það hef ekki notið réttláts stuðnings frá ríki og fleiri, sérstaklega kannski ríkinu? Nú er það þannig að einkaskólar, þeir eiga raunverulega ekki heimtur á fjármagni frá ríkissjóði. En veruleikin sá að einkaskólum á Íslandi hefur bara gengið ágætlega. Tækniskólinn sem við eigum gott samstarf við og fleiri skólar, verslunarskólinn og svo má lengi telja, þetta eru rótgrónar stofnanir í okkar samfélagi og Keilir orðin það á Suðurnesjum og það skiptir máli að við sitjum bara við sama borð. Við lögðum fram skýrslu til menntamálaráðuneytis sem var vel ígrunduð og bökkuð upp með rökum og snerist fyrst og fremst bara það að við getum tryggt sjálfbærni skólans og það hefur verið í meðferð ráðuneytisins og það hefur verið mjög gott samstarf þar á milli og ég bara vænti þess að menn taki tillit til þess. Ég held að sé hljómgrunnur fyrir því, sérstaklega auðvitað í ljósi aðstæðna. En ríkið hefur verið að styðja þetta einhverju leyti, eða ekki? Hvernig, í hvaða formi hefur það verið? Sjálfsögðu, við erum með þjónustusamning við ríkið og höfum verið með það frá upphafi. Hann hefur svolítið tekið mið auðvitað af þeirri starfsemi sem hefur verið hjá Keili frá ári til árs. Við höfum svolítið kallað eftir því ásamt svo sem öðrum einkaskólum að það sé gerðir kannski lengri tíma samningar við einkaskólana til þess að fyrst og fremst að geta kannski hort lengra fram við tíman. Það tekur tíma oft svona venjulega þróunarvinna í námi. Það er ekki eitthvað sem gerist á viku eða mánuði. Þetta er löng vegferð. Þannig að það auðveldar auðvitað einkaskólunum þá vinnu ef að samningar og ákveðnir tekjupóstar eru þá til lengri tíma heldur en eins árs eins og hefur verið hér. Það er bara stutt síðan að við vorum hérna hjá ykkur að fjalla það að Icelandair bað að hálfgerða flýti meðferð á kennslu til flugmanns. Það er kannski 1,5 ár eða eitthvað síðan við vorum hérna og það þurfti að fara að framleiða fleiri flugmenn. Hvernig er staðan í flugdeildinni hjá? Já, flugdeildin, það bara verður að segjast að við fáum þarna fallvá og svo kemur COVID ofan á það og þetta er auðvitað mjög sérstök staða. Við erum bara svo heppin að hafa getað haldið hjólunum þar gangandi. Flugið hefur auðvitað og svolítið jójó. Við vitum það samt sem áður að þeir alþjóða aðilar sem að taka saman upplýsingar þörf á flugmönnum til dæmis sjá fyrir sér að þörfin sé cirka 700.000 flugmenn næstu 20 árin. Flugskólarnir í kringum okkur hafa verið að bregðast við því. Við erum auðvitað vonast til þess að COVID gangi yfir og við sjáum flugvélarnar taka hérna á loft í kringum okkur. Sóknarfæri fyrir flugskólan aftur á móti kannski fyrst og fremst það að nú frábær tími til þess að fara og læra til flugmanns og vera tilbúin eftir 2 ár til þess að nýta þá uppsveiflu sem að verður án efa í flugi. Á meðan við höfum svolítið þurft að berjast fyrir tilveru rétt okkar í þessari gríðarlegu uppsveiflu sem var fyrir 3-4 árum síðan í flugi þegar WOW var á fullu og Icelandair líka og þó að við séum stærsti flugskóli landsins þá erum við ekki stór með þessi stóru flugfélög en okkur tókst samt sem áður að framleiða töluvert magn af flugmönnum. Nú eru þetta allar farþegavélarnar okkar bara á jörðu niðri
Við sjáum þetta fyrir okkur að geta við munum fljúga mjög mikið í sumar, liggur fyrir. Við vonum að veðrið verði gott. En kannski í stóru myndinni þá það þannig að Keilir Aviation keypti Flugskóla Íslands á síðasta ári og þar leiðandi stærsti flugskóli landsins. Við erum með frábæran flota og flotta kennara og góða stjórnendur. Þannig að það sannarlega tækifæri til þess að fara og læra á þessum tímapunkti. En við eigum eftir að sjá hvernig heimturnar verða á umsóknum, en fyrirspurningar eru allavega til staðar. Þannig að oft nú talað það að þessi betra, þessi neikvæð umfjöllun heldur en engin. Ég held að þessi sóknarfæri fyrir þá sem að vilja verða flugmenn að gera þá á þessum tímapunkti, alveg sannarlega. En hvar heldur að svona önnur sóknarfæri verði fyrir ykkur núna? Munið þið leggja meira áherslu bara á að fá fleiri í háskólabrú eða tölvuleikjagerð eða á að auka framboðið frekar? Við höfum verið að vinna að undanförnu í því að reyna að mæta svona þörf á svæðinu kannski meira. Þar erum við að hugsa nám eins og í leikskólafræðum, geta verið háskólasetur, geta sett af stað rannsóknir og þróun sem kannski datt aðeins niður þegar Tæknifræði Háskóli Íslands fór í Hafnarfjörð. Hún var hér staðsett og standa kannski aðeins meira undir merkjum sem sko Keilir miðstöð vísinda, fræði og atvinnulífs. Þetta náttúrulega það sem við erum búin að vera að vinna í samstarfi við Háskóli Íslands meðal annars. Þannig að þetta tekur tíma, en ég held að þarna séu til að mynda sóknarfæri í samvinnu milli sveitafélagana, Keilis og háskólans. Við vitum það að hlutfall til að mynda menntaðra leikskólakennara og kennara í Reykjanesbæ hefur verið lægra en við vilja sjá það. Og þannig kannski sóknarfæri líka til þess að tryggja það að fólk geti klára sína menntun, þá í samstarfi við sinn vinnuveitanda og skóla á svæðinu, þurfa ekki að fara í Reykjavík en samt fá gott og öflugt nám í heimabyggð. Þannig að það eru sannarlega sóknarfæri fyrir Keili. Og þið eru að skapa slatt af störfum hérna? Er það ekki? Jú, við höfum verið, þetta hefur verið í kringum 100 manns með verktökum. Þannig að já, þetta er auðvitað stærsti vinnustæðurinn á Ásbrú og það er auðvitað gaman að sjá samheldnina í okkar fólki núna við þessar erfiðu aðstæður. Keilir er ein fjölskylda, skóli sem við gengi í gegnum ýmislegt, en alltaf komið niður á hjólunum. Þannig að við erum bara bjartsýn þrátt fyrir að standa auðvitað í þeim sporum að þurfa að huga að fjárhag skólans á meðan að það er að vera óska eftir því við aukum námsframboð. Vonandi stendur það ekki lengi yfir, en það er sérstök stað að vera í. Og við þurfum að, ef við lítum á Keilir sem svona framsækin úling, þá þurfum við kannski aðeins að fullorðnast og fara meira í það að móta stefnu til lengri tíma en við höfum verið að gera. Og það er viljið til þess hér og í stjórn, þar sem að samstarfið hefur verið mjög gott. Þannig að það eru spennandi tímar framundan. Þrátt fyrir að COVID sé auðvitað að gera okkur ákveðna skráöfu, þá sjáum við bara það að áhugi á námi munu auðvitað aukast og þá þurfum við að vera klár. Svona að lokum, hvernig hefur hlutfallið verið hjá nemendum í skólanum? Er þetta meirihluti fólk frá Suðurnesjum eða er þetta að koma víðar að? Aukningin hefur verið eiginlega allstaðar af landinu. Það fer svolítið eftir námsframboði, en háskólabrúin til að mynda, þar hefur aukningin verið mest í fjarnáminu, enda er þetta aðfaranám að Háskóla Íslands. Þannig að við höfum séð mikla aukningu þar. Það eru færri sem eru að sækjast eftir staðnámi heldur en hefur verið og það er kannski bara í takt við breytingar svona í tækni í fræðslu almennt. Það er ágætis blanda, finnst okkur. Nú menntaskólinn, þar er 80% héðan, skiptist á milli sveitafélagana. En svo eru sumir nemendur, vegna þess að þetta er nýtt námsframboð og sérhæft að koma langt að og eru þá að nýta sér Keilisgarða hér og koma hingað í nám til okkar og það eru þetta fagnaðarefni líka. Og gista þá á svæðinu? Já, búa bara á svæðinu. Já. En þið þakkið ykkur nú það
að hafa, aukið menntunarstig á Suðurnesjum, það ekki? Jú, ég held að við höfum verið að sjá það síga upp á við sem mikið fagnaðarefni, en veruleikinn sá að við erum samt hálfdrættingur á við meðaltalið á landinu og þetta bara langt og strangt verkefni sem mun taka okkur langan tíma og Keilir bara mikilvægur þáttur í þeirri vinnu, en það vinnst ekki á einu degi. Glæsilegt, þakka þér fyrir. Takk sömuleiðis.